þá það seinasta sem við ætlum að fara yfir í þessum kúrs, og það TypeScript. TypeScript búið að vera til í nokkur ár. Það búið að vera til síðan 2012, þannig að 7 ára. Kom út nokkrum árum eftir að Node kom út og var búið til af Microsoft til þess að JavaScript var þarna að verða mjög vinsælt og JavaScript náttúrulega ekki típað mál og Microsoft mikið unnið með típuð mál og eins og C# og notaði það sem að búin að læra þar til þess að búa til útgáfu af JavaScript sem með típur. Og þetta var alveg eitthvað notað en var ekkert voðalega vinsælt í byrjun. En árið 2016 síðan var Angular 2.0 gefið út sem var endurskrifað á öllu Angular, upprunlega Angular.js og þar var TypeScript notað en ekki JavaScript sem aðalfordunarmál og þá fóru fullt af fólki að nota TypeScript og það síðan fór að vinna í öðrum verkefnum og notaði TypeScript í þeim og hægt og rólega varð útbreiðslan meiri og síðan í fyrra þá fór bara TypeScript rauk upp alla lista yfir vinsæl og mikið notuð og mikið leitað eftir mikið leitað forritunarmálum og mjög ennþá þessar vinsældir eru ennþá til staðar, þannig að það eru fleiri og fleiri verkefni sem eru að nota TypeScript og við erum hjá okkur núna frá með bara í desember í fyrra erum að skrifa öll okkar nýju verkefni í TypeScript en ekki í JavaScript og alveg smá þetta smá kurva sem maður þarf að fara að gera að læra á þetta en síðan þegar maður kemur aftur í þetta að vinna í typed forritunarmálum ég forritaði mest í C# áður en ég fór að vinna í JavaScript heiminum og það bara að vera með típur afskaplega þægilegt. Ég veit ekki hvort þið hefur fundið fyrir því, til dæmis munurinn á því að vera að forrita í Java og vera að forrita í JavaScript. Það sem að túlkurinn, ekki túlkurinn, heldur compilerinn bara segir ykkur, nei, þetta ekki að fara að virka út af því að það ekki verið að fara rétt með típur hjá þér. Þú voru að laga það og þú getur keyrt forritið þitt. Versus JavaScript, þar sem að bara eitthvað bilar einhvern veginn einhvers staðar út af því að við gerum einhverju villu. Og þetta rosalega góður kostur. Og TypeScript þetta superset af JavaScript. Þetta þýðir að öll JavaScript forrit eru gild TypeScript forrit. Þetta notar í grunninn bara JavaScript syntax og bætir við hann leiðum til þess að merkja típur á breytur og föll og bætir síðan við annarri virkni. En það þýðir þá líka að við þurfum í raun að vera með einhvern þýðanda sem að þýðir úr TypeScript yfir í JavaScript. Og TypeScript bætir við aðalega þessum típum og athugunum á þeim passar að við séum að gera allt rétt á compile tíma. En það líka ef við erum ekki að nota típur beint þá getur verið svona type inference sem passar upp á var verið að leggja saman og það voru sendar inn tölur þannig að útkoman af þessu tala og þá áttur líklegast ekki að vera að gera eitthvað sem að gera ráð fyrir að þetta sé búliðan einhvers annars staðar. Þannig að þá les túlkurinn þýðandinn út úr forritun okkar og inferar hvaða típur ætti að vera þarna. Og það getur verið kostið til þess að við erum að færa eitthvað projekt yfir og við förum ekki á typum allt dótið okkar strax. En svo getum við líka fengið interfaces og generics og fleiri hluti sem eru í þessum forritunarmálum sem eru typed. En þetta ekki að vera túlkur innan, þetta á að vera þýðandi. Þannig að þýðandi að TypeScript verður að þýða úr TypeScript yfir í JavaScript og síðan það JavaScript túlkað af JavaScript túlki yfir í bara í sínu umhverfi og við notum aðrar skráningar fyrir JavaScript en fyrir JavaScript. Við notum TS og ef við erum að nota React og TypeScript þá notum við TSX fyrir skrár sem innihalda JSX. Við getum síðan stillt og átt við túlkin í tsconfig.json sem fylgir bara þessari hefð í þessum stillingabransa og það eru ýmsar stillingar eins og venjulega. En við sækjum TypeScript sem TypeScript skrifað í JavaScript og sækjum það bara með npm og installum
yfirleitt globally TypeScript og fáum þá aðgang að compilernum í gegnum TSC, TypeScript compiler, og þá getum við skrifað TypeScript kóðun okkar og síðan túlkaðan með til dæmis Node sem JavaScript skráin sem varð til. En við höfum týpur og við höfum í raun síðan einhver umhverfi sem við erum að keyra kóðun okkar í, og ef við til dæmis erum að keyra kóðun okkar í browser þá erum við með týpur sem að koma frá browsernum. Þá til dæmis document og við erum með window á document og við erum með form og við erum með anchor element og anchor element með svona og við erum með eventa og þau eru með alls konar attributes og föll, og við getum sótt þessar týpur til að láta þér TypeScript vita hvað við erum að nota, og sama gildir Node, og það er haldið úti projekti hérna sem heitir Definitely Typed sem inniheldur týpur fyrir mjög mörg verkefni, og við getum sótt þessar týpur með því að nota npm og sagt npm install @types og svo nafnið á projektinu. Þannig að ef við ætlum að fara að vinna í Node og nota TypeScript þá viljum við sækja type definitionið fyrir Node sem gefur okkur þá í raun typað allt saman fyrir Node, og það er á @types/node. Þannig að við skoðum hvað þetta verkefni er hérna. Það var held ég þetta mesta sem ég hef séð að commitum, 61.000 commit, og svo er hérna types og þetta er mappa með í raun öllum þessum type definitions, og það eru 5.800 möppur hérna inni, þannig að við sjáum bara einhverja byrjun. En ef við förum hérna í, við vitum að það til /node, þá getum við séð þetta er það mikið að vera hérna að GitHub er vandræðið með að láta okkur vita hvað er í gangi. En hérna eru type definitions fyrir allt Node, þannig eins og hérna ef við skoðum HTTP pakkan sem við notað, þá er hérna incoming headers, einhverstaðar eru síðan með request, client request, args, protocol eitthvað, með server, extends.net server, set timeout. Þannig að hérna er í raun, þannig að ef við sækjum þetta og erum síðan að skrifa server í TypeScript fyrir Node, þá getum við séð í raun alla hluti sem við erum að senda inn, og getum ekki sendt inn vitlausar hluti. Við getum ekki sendt inn tölu þar sem er gert ráð fyrir streng, af því að TypeScript mun í raun stoppa okkur, af því að við erum komin í allt í týpaðan heim. Og þessar type definitions eru í d.ts skrám sem svipa til header skráa í C, sem segir að það er í raun bara skilgreina formið á öllum föllum í libraryinu. En síðan getum við skilgreint okkar eigin týpur á breytum og föllum, og TypeScript síðan passar upp á að við séum að vinna rétt með þetta allt saman. Og ef við ætlum að skilgreina fylki þá notum við bracket á eftir týpunni, þannig að number, bracket opnast, bracket lokast, tilgefinir fylki af tölum. Og þetta er nánar hérna í TypeScript handbókinni, og þá er þetta í raun basic types og functions, það sem er í raun best að byrja á. Og þá breytast föllin okkar svona, þannig að ég er hérna með tvö föll, function add sem tekur inn x og y, og þá bætir TypeScript þessu hérna við, sem er þá í raun skilgreiningin á af hvaða típu argumentið x er og y, og síðan hvaða típu fallið mun skila að lokum. Og síðan getum við notað þetta hérna, og þetta er alveg kanna á alla nýjasta syntaxin í JavaScript. Þannig hérna getum við verið með sum sem tekur inn ótilgreindan fjölda af arguments sem við söfnum saman í nums, og nums ásett að vera fylki af tölum. Þannig að ef við sendum inn ekki 1, 2, 3, 4 heldur 1, 2, 3 false, þá myndum við fá compile time villu frá TypeScript, og þetta summerar upp allar þessar tölur og skilar okkur sem tölu. Og þá getum við týpað hérna breytun okkar og látum hana vera skilgreinda sem number, og þá veit í raun, við getum líka sleppt í, og þá myndi hérna TypeScript införa það að result væri tala, út af því að tala varð til við það að kalla í fallið add sem skilar tölu. Þannig að við myndum síðan reyna að taka result og gera eitthvað við það sem er ekki hægt að gera með number.
þá myndum við fá villu. Síðan þegar við byrjum í raun að tæpa hluti í JavaScript, þá getum við lent í því að sumir hluti bara vitum við ekki nákvæmlega hvernig við erum að tæpa, eða það bara mikil vinna að tæpa, skrifa upp nákvæmlega hvernig við erum að tæpa þetta allt saman, og þá getum við gripið til any, og það sem sagt típa sem bara hvað sem í JavaScript. Það í raun alla típurnar, það null, undefined, bara það allt má fara inn í þá breytu. Og við getum þá nota þetta til þess að bara tímabundið eða bara fyrir einhverju hluti sem við vitum ekki, við erum að fá eitthvað JSON og við viljum ekki vera að tæpa upp allt JSON-ið okkar. Við segjum bara any og svo vinnum við út JSON-inu. Og stundum í raun TypeScript stilt á það að allar breytur, öll argument í föllum verða að vera tæpt, og þá verðum við í raun að setja annarkvort rétta típu eða any til þess að geta í raun bara kompilað verkefnið okkar. Síðan höfum við líka interfaces sem eru þá þessi leið til að skilgreina hvernig gögnin í hlutum eiga að líta út. Þannig að ef við erum með eitthvað fall sem skilar hlut, þá þurfum við að geta skilgreint hvernig sá hlutur lítur út, og við skilgreinum hvert property með típu og hvort það sé optional eða ekki, og ef það er optional þá merkjum við heitið það með spurningamerki, og föll skilgreinum við með fact arrow syntax, þannig að við segjum í raun eitthvað fall með einhverjum argumentum hérna skilar einhverju type. Þannig að ég með eitthvað fall sem eitthvað hlutur á að vera með, hann á að taka inn eitt argument sem number og á að skila boolean. Þannig að þá setjum typeið á fallinu svona. Og þetta svipar sér til þess hvernig við notum prop types í React. Og í raun ef við notum TypeScript með React þá þurfum við ekki að nota prop types af því að TypeScript leysir það verkefni. Þannig að þá getum við verið með einhver svona interface fyrir ef við erum með einhverja vöru og einhver vara sem á að vera í einhverjum flokki, þá getum við skilgreint í raun það að ID á að vera tala og titill á að vera strengur og price á að vera number og category á að vera hlutur. Þegar við getum ekki skilgreint hlutin hérna, típun á honum hérna, þá þurfum við að vera með aðra skilgreiningu fyrir kategoríun okkar, og svo getur product hugsanlega átt sér description, þannig hérna í raun þetta gert að optional, og alltaf núna þegar við vinnum með product og viljum skilja product og segjum eitthvað fall skilji product, þá sér TypeScript til þess að við uppfyllum það að allir þessir hérna hluti séu skilgreindir. Þannig að þá fáum við þessa tryggingu að þegar við erum að nota kannski eitthvað API sem skilar okkur product, að það sé alltaf eitthvað af gögnum inn í þessu. Þannig að við séum aldrei að lenda í því að vera að vinna með product og ætla að kalla í category.title og þá er category null, af því að category má ekki verða null og á ekki að geta orðið null út af því að þá compilerinn á að passa upp á það í compile-skrifinu. Svo getum við skilgreind eins og fyrir prop types að við ætlum að vera með einhver props á eitthvað komponent og hann á að geta tekið inn einhver children og við vitum í raun ekki hvað children á að geta verið, það getur verið margt, það getur verið í raun allt nema object, en við getum bara sagt það er any í staðinn fyrir að fara að skilgreina nákvæmlega, en það er samt, við getum sagt að það eigi að vera node, react.node sem er þá það sem er rétta, en stundum bara nennir maður ekki að finna það sem er rétt, og on-click gæti verið eitthvað fall og þá gætu við fundið líka hérna hvað er rétta típan á eventnum, er það HTML button event eða HTML anchor event og á síðan að skila void, þetta skila engu og vera bara í raun engin return skilgreining. Síðan höfum við generics sem er önnur virkni sem við munum sjá í þessum dæmum sem ég ætla að taka eftir, en generics eru leið til þess að skilgreina einhvern kóða sem á að vera til fyrir einhverja almenna típu. Þannig í staðinn fyrir að vera með kóða sem nota bara any allstaðar, af því að við viljum í raun að þetta virki fyrir number eða string eða array, að þá getum við skilgreint hvernig típan á að vera. Og hún er síðan þá tryggð í gegn, þannig við segjum bara einhver almenn típa hérna, T er yfirleitt það sem er notað, bara type, og þá segjum við eftir fallið eða klassan sem við ætlum að vera með generics í, þá setjum við þetta gogga með T og getur þá búið til eitthvað svona eins og identity fallið sem er í raun skilar því sem er sent inn í það fyrir
hvaða típu sem hérna, þannig þá þetta hérna generic fall og hérna ég búinn að búa til specific útgáfu eða sem sagt sértæka útgáfu af þessu falli þar sem að almenna típan orðin að string, þannig alls staðar það sem T hér þá væri string og þá getur TypeScript í raun athuga fyrir mig að ég get ekki sent tölu inn í þetta eða boolean af því að þetta á að vera string. En það sem við getum gert með Create React App í raun að segja bara þegar við búum til eða erum að vinna með Create React App appið okkar, þá getum við bara sendt inn --TypeScript og þá mun Create React App setja upp TypeScript útgáfu af verkefninu okkar og við getum líka bætt þessu við og frekar einfaldan hátt við verkefni sem nú þegar til. En þetta verður það þannig að við skýrum skrafnar okkar sem innihalda JSX, komponentin okkar og routin okkar og þetta með .tsx og svo fáum við líka ákveðna típur sem að React skilgreinir í gegnum types React, þannig að við sjáum í raun og getum autocomplete í gegnum allt React API-ið og þá getum við verið með þetta react.formEvent HTML button element sem eventin sem verður til þegar við ítum á button og þá getum við fengið autocompletion á allt sem í button og tryggingu á þegar við sem að vinna rétt með event. Þannig að við erum ekki óvart að kalla í prevent default ef prevent default ekki til á þessum event eða eitthvað svoleiðis. Og þá þurfum við ekki prop types, við getum nota bara interfaces í staðinn. Og svo í raun, ef við erum að nota TypeScript og við erum að nota hooks, þá useState generic og við þurfum að skilgreina í raun hvaða gildi við erum að vinna með áður en að við köllum, eða þegar við skilgreinum useState. Ok, þannig að við getum skoðað dæmi og ég ætla að taka, út af því að ég að keyra það mengast node modules mappan út af því ef ég skeyri dæmin hérðan, þannig ég ætla að keyra þau í sér mappu og ég ætla bara að færa þetta á milli hérna ég bara hérna svona þannig hérna ég komið með einhvern TypeScript kóða og ég ætla að setja upp TypeScript túlkin þá myndi ég keyra svona en ég með hann uppsettan þannig ég ætla ekki að bíða eftir npm og þá fæ ég hérna TypeScript compiler og ég get aðtóð hérna ég hef sett á nýjustu útgáfinni 3.4.1 og nú get ég keyrt tsc index.ts og þá í raun þýðir compilerinn þetta fyrir mig hérna og ég fæ þýddan kóða sem í raun JavaScript kóði hérna sem nota var og við getum skilgreint þetta ef við breytum því hvernig við getum breytt þessu í hérna tsconfig.json hvaða útgáfu af JavaScript við viljum hérna targeta að þá sjáum við hérna að við erum að það líka verið að breyta og hérna breyta kóðanum okkar út frá því að við erum að nota nýri virkni, við erum að nota hérna spread yfir í að nota arguments. Þannig að þetta virkar hérna, svo kvartar endur út í með þetta bæði opið hérna, en þannig að núna ég með hérna típu á öllu hjá mér, þannig að ég get sagt hérna að þetta hérna mætti ekki taka við taka við tölu og þá kvartar TypeScript hérna og lætur mig vita hvað vitlaust og ef ég reyndar keyri þetta þá mun þetta kasta þessari villu hérna argument of type 1 is not assignable to parameter of type string þannig að ég fæ í raun þessa tryggingu á compile tíma í staðan fyrir að lenda í þessu hugsanlega þegar ég prófa þetta einhvers staðar eða einhver sem annar sem að nota kóða minn einhver notandi fær bara ekki virknina út af því að hún virkar ekki út af því að ég gerði einhver kjánamistök sem að eru auðveldlega komist hjá með því að nota bara típur og þá get ég líka ekki gert hérna false sem part af þessu en þá passar það alveg í gegnum
allt sem við erum að gera og maður fær í raun þessa tryggingu sem er voða þægilegt. En ef við skoðum aðeins flóknari útgáfu, hvar er þetta? Þannig ef við í raun erum búin að setja upp, við getum sett upp eitthvað svona bildskref hérna, við getum sótt type definition fyrir node, þannig að þá erum við með einhvern kóða hérna og við förum hérna og við erum að búa til eitthvað product og við erum að skilgreina hérna eitthvað category og ef ég skilgreina ekki ID þá er sagt hérna property ID is missing in type but required in type I category. Þannig að þá verði ég að skilgreina ID hérna og síðan ef ég reynir núna að því ég ætla að keyra þetta með node, ég ætla að console logga bara produktum mitt og svo ætla ég að gera process.exit og þá er process ekki þekkt og þá er hérna do you need to install type definitions for node, try npm i type nodes og þá getum við keyrt það hérna og þá vantar mig hérna package.json en típunum er installað hérna fyrir mig og þá fæ ég núna í raun þetta og ég get séð hérna að exit tekur við code og code er optional og það er tala og þetta skilar never. Ég get líka skoða process punktur þá fáum við hérna autocomplete á ekki það sem ég ætla að gera process punktur abort listener við fáum í raun allt það sem er í boði út því að við vitum nákvæmlega hvað er í boði út af því að það í raun allar típunar eru þekktar hér á þessum tímapunkti og við getum gert const fs þá getum við séð ok, þá virkar það ekki ef að þetta myndi virka þá ætti það að gefa okkur allar þær típur en ef við búum til create react app út frá þessu nei, ekki inn í interface ég get gert það ef ég býð til type í staðinn þá get ég búið til í raun type sem að hérna leyfir mér að það er eitthvað skrítið í gangi hérna sem leyfir mér að gera þetta eða ég get búið til klasa því að klasi er í raun eitthvað sem er í raun með einhverjum gögnum inn í en ég get hins vegar búið til sjá hvað er þetta hérna er þetta því þurfum við að prófum bara að gera þetta hérna þannig að þá er þetta projekt sem var bara bootstrapað með create react app fyrir þetta alltaf hann þannig að hérna er orðið núna app.tsx í staðan fyrir .js og þetta lítur allt saman voðalega svipað út við erum bara að importa við erum að vinna hérna með class sem er extended component það er eitthvað render það er ekkert óeðlilegt hérna það er engin breyting nema þegar við förum að hérna ná einhvern button hérna, þannig að ég ætla að ná í button sem ég er með hér og button, þannig að núna erum við ekki að nota hérna prop types til þess að skilgreina hvernig propertyin okkar líti út heldur við að nota interface, þannig að ég er með hérna props, iButton props þá er þetta yfirleitt nota bara til að skilgreina þetta sé interface og það tekur við einhverjum buttonum og það tekur potentially við on click og
hérna vill ég skilgreina einhver default gildi, þetta er eins og default props, þá get ég skilgreint það hérna þegar ég deconstructa úr props og þá get ég tekið hérna við onClick og einhverjum bönnum og svo get ég notað þetta. Það sem ég fæ núna út frá þessu er það að ef ég ætla að búa til nýjan onClick handler hérna, þá segir hún hérna onClick, það vantar onClick og ef ég reyni að búa til buttonið án þess að vera með onClick þá er það í lagi því ég sagði að það væri optional, en ef ég segja að það sé ekki optional þá fæ ég villuna hérna það að þetta vanti. Þetta er kostur yfir það að vera að nota prop types, þar sem við fáum það bara sem warning í konsólu okkar þegar við erum að gera. Hérna mun bara verkefnið okkar það mun ekkert keyra, það mun bara skila villu út af því okkur vantar onClick. Þannig erum við að færa bara þetta, að við séum að gleyma einhverju eða miskilja eða vantar eitthvað, frá því að þurfa að skrifa, skipta yfir, keyra og sjá þá eitthvað console warning, yfir í það bara verkefnið okkar bara keyrir ekki. Við verðum bara að laga þetta að við getum haldið áfram. En þá getur ég sagt hérna, úps, ég gleymdi onClick og ég ætla að búa til eitthvað onClick og ég gerir það svona og það virkar hérna og svo ætla ég að setja inn eitthvað hér, þetta á að vera string og þá núna fæ ég aftur villu og þá segir hún nei, þetta má ekki vera string af því að ef þú ert að skilgreina argumentið inn þá verður það að vera form event HTML button element. Það er actual eventin sem mun koma. Þannig að við erum ekki að fara að giska neitt hvað er að fara að gera þarna. Við erum að fara að vita nákvæmlega hvernig objektið kemur til okkar. En þá segi ég, ok, það er típan sem kemur hérna inn. Það er react.formEvent. Og þá get ég skoða og þá fæ ég bara allt það sem er á þessum. Þannig ég þarf aftur að geta verið að giska hérna, var það prevent default eða eitthvað. Þannig að ég bara segi hérna prevent default og það með þess að sjá svona þannig að þá veit ég að þetta er að fara að gerast og target er hérna, ég get gert eitthvað við það og síðan að þegar reyna að skila einhverju hérna return false og það er lagið þó ég ætti að vera void stundum er þessi dæmi alveg frábær hérna. En, ok, þannig að þá erum við komin hérna með þetta uppsetningu með TypeScript sem er að nýta þetta og er í raun hægt að gera alveg eins og við getum í raun optað inn á það að nota types eins og við viljum nema við getum ekki, ef við erum að nota TypeScript þá getum við ekki gert eitthvað fall svona. Heldur verðum við alltaf að tæpa í raun öll argument sem koma inn í föllin okkar. Þannig að þetta mun skila villu. En þá getum við alltaf bara sagt, ok, þetta er any. Svo kemst ég að því hérna að þarf að vera eitthvað. Það þarf að vera number. Þannig að þá breyti ég bara í number. Þá fæ ég þessa tryggingu. Ég mun aldrei kalla óvart í þetta með vitlausu típu eða vitlausu gildi. Og þess að fyrir hérna hópverkefni 2 þá var ég að henda inn grunni sem er í raun bara byggður á minni síðlaust með öllum rátum og öllum komponentum sem ég setti upp og er í raun sett upp með TypeScript þannig að þetta er í raun .tsx en þetta er í raun alveg það sama í gangi hérna en síðan fyrir einn komponent sem ég skildi eftir þá erum við með button sem er þá með einhverja meiri virkni hérna og er þá með þessi interface, þetta interface skilgreind hér sem að segir í raun, svo vorum við að skoða hvað er í boði að senda hérna inn og síðan hverju er skilað út. Þannig að takkin er hérna með sínum stílum
og það er í raun skilgreint hérna routing, en síðan er hérna út af því að þetta er frekar yfirgripsmikið ef við ætlum að útfæra allt á móti hérna vefþjónustunum sem við byggum til, þá er ég ekki að setja kröfu á það að það séu þessar admin virkni sé útfærð í hérna í grunninn, en hún er í raun í boði, þannig ef eitthvað gengur vel og þetta er skemmtilegt og þið eru að hafa gaman að þessu, þá getið þið bætt við einhverju af þessari virkni sem er þá að geta breytt vörum og flokkum og að geta séð alla notendur, geta gefið notendum réttindi á að vera stjórnendur og geta séð allar pantanir. Þá getið þið bætt því við og það mun í raun teljast þá í hérna íta einhverninu ykkar yfir eða ofar og nær fullri einhvern ef þið farið yfir 100%. Já, þannig hérna er þessi virkni. Þannig það er alveg töluvert svona handavinna. Þetta er ekkert flókið þegar við komið hitt, þetta er bara auka vinna að bæta sig við. Og svona þegar maður er búinn að víra þetta saman með hérna API og API-inn er farin að virka og allt svoleiðis, sem ég setti líka með hérna inn í þessu. Hérna er einhver API sem er að skila einhverju og er að skila einhverju vöru og þá getum við útfært þetta hérna svona og lesið slóðuna á hérna API-ið okkar úr environmentinu. En þegar að þetta er komið og við erum farin að geta gert þetta, við erum farin að gera hérna þetta var að gera eitthvað fetch sem við myndum sækja á slóðuna á /products/id eitthvað, taka við vörunni sem verður JSON, passa upp á hérna, fekk ég einhver 500 eða 400 villu, var ekki fetchið okkar örugglega ok, og þá búa til einhverja svona product út frá því sem ég fekk úr JSON-inu, þannig að ég þarf að mappa úr JSON hlutnum sem er það bara einhver blob, bara any típa yfir í hérna eitthvað sem uppfyllir þetta iProduct type hérna, þannig að þá er það í þessum types hér og hérna myndum við bæta við fleiri típum og síðan þegar við erum að nota þessar típur einhvers staðar ég veit nú ekki hvort ég skilja eftir eitthvað svoleiðis þá myndum við vísa í þessa típu, þannig að alls staðar þar sem við erum að vinna með þetta þá erum við að passa upp á að við séum með nákvæmlega rétta típu og gögnin okkar séu nákvæmlega rétt. Nei, þannig að hérna getum við importa típunni og alltaf þegar við förum síðan að prenta út upplýsingar produktið okkar þá getum við verið með vissu að segja product.title, af því að það er eitthvað sem er á típunni og það verður að vera útfyllt og ef við erum búin að sækja það í gegnum API-ið okkar þá á API-ið okkar að vera búið að tryggja að það sé alltaf verið að populata það með gögnum úr API-inu.